Konum með okkur í íþróttahús HK í Fagralundi í Kópavogi, alveg niður í Fossvoginum. Það sem að fjórði leikur HK og Aftureldingar Íslandsmeistaratitil kvenna í blaki fyrir að hefjast. Nú, Anton Ingi Ellingsson heiti ég og Sunna Þrastardóttir ætlar til hals og trauss hérna í þessari lýsingu og reyna að hafa vit fyrir mér. Sunna, það var eiginlega alltof öruggur og auðveldur sigur Aftureldingar í síðasta leik. Við verðum náttúrulega vonast eftir að fá betri leik hérna í dag, þar sem að titillinn sjálfur í húfi. Já, maður vill alls ekki sjá svona mikla yfirburði í úrslitaleik. Auðvitað viljum við fá sem mesta spennu. Og til þess að HK í einhvern sénsinn í dag þá þurfa þær gjörsamlega að koma sínum leikmönnum í gang. Við vorum ekki að sjá það í síðustu tveimur leikjum hjá HK. Nei, og vantaði talsveit upp á. Nú, það er reyndar svolítið áfall fyrir HK í dag að Ingibjörg Gunnarsdóttir sem var nú einn besti leikmaður þeirra í síðasta leik, hún er ekki með í dag. Hún er ekki með í dag og síðan með ekki gleyma því að Fríða Sigurðardóttir fyrirliði er ekki heldur með vegna meiðsla, þannig að þetta er dálítið stórt skarð þarna. Já, það er það og nú Afturelding vann þriðja leik liðanna upp í Mosfellsbæ á fimmtudaginn var 3-0 og í rauninni öruggan sigur í öllum hrinunum. HK vann fyrsta leikinn í 5 hrinuleik upp í Mosfellsbæ, síðan svaraði Afturelding með því að vinna hérna í 4 hrinum og síðan 3 hrinur í Mosfellsbæ á fimmtudaginn en geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn Mosfellingar hér með sigri og það yrði þá 3. Íslandsmeistaratitillinn á 4 árum. Þær eru bikarmeistarar og deildarmeistarar, þannig að er óhætt að segja að þetta sé nýja stórveldið í kvennablakinu. Það held ég að sé nokkuð augljóst. Eins og við sáum hérna í síðasta leikjum mitt eins og nefndir þá fór ein hrinan 25-7 og þetta var bara dálítið einsdæmi sko. Já, það er full mikill munur þegar við erum að berjast Íslandsmeistaratitilinn. Já, alveg rétt hjá þér. Við viljum ekki sjá svoleiðis. Nei. En þar átti Auður Anna Jónsdóttir stórleik, var mjög öflug og Karen Björg náttúrulega, hún skilar einhvern veginn alltaf sínu finnst manni. Já, hún gerir það. Rosaleg barátta í henni alltaf og hún er drjúg og það var eins og þú sagði áðan að lykilmennir hjá HK bara náðu sér ekki á strik þar. Nei, þessi lykilmenn eins og Laufey og Elísabet, Ingibjörg, þær voru ekkert með það mörg stig í leiknum. Og það var náttúrulega líka út af því að móttakan þeirra var ekki góð. Já, móttakan var bara léleg allan leikinn og þær náðu aldrei að byggja upp sóknarleik. En hér er verið að kynna lið Aftureldingar. Sem betur verið eru þær í hvítu og svörtu í dag. Síðast voru liðin nánast eins, bæði lið í rauðum treyjum og svörtum buxum. En Mosfellingar eru hvítir í dag og það er númer 1 hjá þeim er Sigdís Lind Sigurðardóttir, 2 Rósborg Halldórsdóttir, númer 3 Velína Apostoleva, 4 Ylvarós Margrétardóttir, 5 Míglena Apostoleva, númer 6 Auður Anna Jónsdóttir, 7 Guðrún Erla Sveinsdóttir, 11 Sveinsdóttir segir. Númer 8 Fjóla Rut Svavarsdóttir, 9 Karen Björg Gunnarsdóttir, 10 er Kristína Apostolova, síðan er númer 11 Saðarína Filipova og númer 15 Telma Dögg Gretarsdóttir. Og það er Saðarína Filipova sem er frelsingin í liðið þeirra, er það ekki? Nei, það er Kristína Apostolova. Já, það er Kristína. Það er 10, Kristína Apostolova. En hjá HK er númer 2 Hanna María Friðriksdóttir, 3 Matthildur Einarsdóttir, 4 Edda Björg Ásgeirsdóttir, númer 5 Natalía Rava, númer 6 Venceslava Marinova, númer 8 Herborg Vera Leifsdóttir, 9 Laufey Björg Sigurðsdóttir, númer 12 Elísabet Einarsdóttir, 13 Guðbjörg Valdimarsdóttir og númer 15 Steinun Helga Björgólfsdóttir sem er frelsingin hjá HK og númer 16 Guðný Rut Guðnadóttir. Og það er mér sýnist Mosfellingar vera ívið fjölmennari hér á Árunda
Já, en það er nóg pláss. Já, allavega hafa þær hærra. Já. Og nefnilega það var býsna góður fjöldi á fimmtudaginn sem fylgdist með leiknum og mikil stemming. Mjög gaman að því, en hér það eru Mosfellingar sem byrja með uppgjöfuna og það er sjálf Miglena Apostolova. Eldri en 2 vetur þessi blagdrottning og á meira segja 2 blagprinsessur í liðinu. Já, fín móttaka þarna hjá Steinunni og þetta glæsilegu skellur og það var Elísabet Einarsdóttir. Þetta er allt önnur byrjun bara á leiknum hjá HK heldur en við sáum síðast. Já, algjörlega. Hún var vonað að það haldi þessu. Já, fín móttaka og 2 góðar sóknir. Já, þessi steinleikur inni líka og var ekki Laufey sem átti þetta og 2-0 fyrir HK. Það verða af Venceslefa með uppgjöfuna. Já, 3-0, einhver misskilningur þarna. Móttakan hjá Kristínu, ekkert sérstök, en það hefði nú einhver átt að fara í þetta. Nei, þessi er úti. Þannig að það er 3-1. Góð byrjun hjá HK og þetta er nú nákvæmlega það sem það þurftu til þess að ná sjálfstraustinu aðeins upp eftir síðasta leik. Já, það er alveg rétt hjá þér. Skiptir miklu máli að byrja vel og að það sé ekki að fylgja allan tíman eins og í síðasta leik. Það er rosa erfitt. Já, 4-1. Fín móttaka eina ferðina enn hjá Steinunni. Hún hafði fína móttökur hjá henni og aftur var það Elísabet sem átti skellinn. Já, hún kom góð móttaka og stutt snass, en var þetta snerting? Nei, þessi er bara út. Já, þessi er bara úti. Þannig að það er 5-1. Já, þetta er allt annað. Og Elísabet. Fín uppgjöf, ágætis móttaka. Miglena með uppspilið og góð hávörn hjá HK. Aftur og þessi fín skellur hana hjá Saharínu, en vörnin góð líka hjá HK og þetta er allt annað að sjá til þeirra. Elísabet og þessi steinleikur inni. Það er Natalía Rafa sem setur hennar fyrsta stigið hennar. Já, nú erum við búin að fá stig frá öllum þessum lykilmönnum hjá HK. Þetta lítur mjög vel út. Þeim megin. Heldur betur, staðan 6-1 og Elísabet með uppgjöfuna. Fín móttaka, Miglena með uppspilið og þessi var inni. Já, hann var inni. Og var það ekki Karen? Það var Karen Björk. Já. Ekki svo hæsta en lúmskursmassari. Þá var það Sigdís Lind með uppgjöfuna. Já, fín móttaka hjá Steinunni. Og Karen. Skilar hér öðru stigi í röð Karen. Það er dálítið klaufulega gert hjá HK hana. Já, bara 6-3. Já, þetta var nú vel gert hjá Laufey að halda þessu inni og náði hann upp úr gólfinu, vel spilað. Miglena og út á kantinn. Þær berjast núna hvern bolta HK stelpur. Þetta var vel gert.
Og þriðja stiginn að Laufeyjar. Já, og baráttan alveg til fyrirmyndar þarna í gólfinu, rífur boltan tvisvar upp. Fína skorpur, við sá miklu meiri baráttu hérna en í síðasta leik. Meiri hreyfing á vellinum, allir á tánum. Guðný Rut með uppgjöfina, hörku uppgjöf og Kristína nær honum ekki upp úr gólfinu. 8-3. Karen með skellinn og þetta er ekki spurning. Saharína nær þessu niður. Grimm þarna við netið. Átta fjögur. Karen með uppgjöfuna. Saharína og vel gert hjá Steinunni. Saharína aftur. Þarna Steinunn hefði held ég átt að láta hann eiga sig bara. En góð barátta engu að síður. 8-5. Karen með uppgjöfuna. Þessi er úti. 9-5. Mun lengri og betri skorpur sem við fáum hérna heldur en í síðasta leik. Bara miklu skemmtilega blak. Já. Og þetta vel gert á Glæsileg vörn þarna. Flott vörn. Og aftur. Saharína og hún setur þetta niður. Saharína Filipova eftir uppspilið frá Míglenu Apostolovu. Það er Saharína sem fer í uppgjöfuna. Karen og nær ekki föstum skelli og þá er það miðjusmassið hjá HK og það er Hanna María Friðriks sem fer upp í það. Neglir þetta niður og Natalía Rafa í uppgjöfuna 10-6. Kristína nær þessu og Nei. Þeir út af. Það var eins og hún var ekki búin að ákveða hvað hún ætlaði að gera þegar hún fór í loftið. Já, gerði það svona síðustu stundu og tókst ekki. Rétt út þarna, ágætis pæling samt. Fín hávörn en boltinn út samt. Þetta var vel gert hjá Elisabetu. Smassaði þarna í hávörnina og út. Þannig að það er 11-7. En ná að halda þessu 4-5 stiga forskoti. Á Hanna María. Kristína með móttökuna. Og Glæsileg lauma hjá Auði. Heldur betur. Og þetta er allt og langt. Kom hana úr aftur línunni. Það var Laufey Björk var það ekki sem kom hana úr aftur línunni og þetta var ólangt. Flott uppgjöf. Míglena Apostolova kann nú ýmislegt fyrir sér í blaki. Það er dálítið erfitt að vera mótin í mótöku, sko. Hún finnur veika hlekkin og gefið bara þangað. Steinunn er að taka við þessu og skellur inn.
þær ná að halda þessu, já, gangandi. Steinum með uppgjöfuna. Og þetta síðan skellur í hávörninu út, Elisabeth aftur. Og 12-10. Hörkuleikur hér. Hörkuleikur, allt annað heldur en á fimmtudaginn. Míglena og Karen. Boltinn fór þarna í hávörnina og Míglena aftur og Karen. Og hávörnin gerir þetta vel, Kristína nær að halda þessu og Míglena Karen. Og það er bara að halda áfram að reyna þetta. Þessi er úti. Skellurinn aðeins og langur. Þá er það Auður Anna. Geta jafnað núna. En dæma við það net gera og þær einhvern. ekki á afturheldingu. Þannig að það er 13-11. Hefði getað jafnað þarna í 12-12. Þetta er hörkublak og þvílíkt stig sem Míglena Apostolova skora þarna. Ég held hún hafi ekkert vita hvað hún var að gera. Nei, þetta var bara einhver björgun hana hjá henni. Og boltinn endaði bara í gólfinu hjá AK. Þá gerir afturrelding skiptingu og Sigdís Lind kemur út af og Thelma Dögg Grétarsdóttir kemur inn á. Við sáum þetta líka í síðasta leik. Já. Þessa sömu skiptingu hjá afturreldingu. Thelma fer hér í uppgjöfuna. 13-12. Fá aftur tækifæri til að jafna. Og Steinum með móttökuna. Og fín skellur hana, já. Og fín vörn hjá Míglenu. Þá Sarína og þær verða bara að koma boltanum yfir. Thelma. Og Míglena og Sarína, hún ekki nóg fast, Steinum náði að taka þetta. Þetta er hörkublak sem við fáum hérna. Míglena og Sarína. Og flott hávörn og þær halda þessu gangandi og hér er það síðan. Það er Fjóla Rut. Já, Fjóla Rut Svavarsdóttir sem er sterkari upp við netið. Hvílík skorpa. Þetta er bara gæsahúðablak núna sem við erum að fá að sjá hérna. Já. Og 13-13, svona á þetta að vera. Frábært blak sem stelpuna sína. Thelma með uppgjöfuna og... takk fyrir. Þetta er úti hjá henni. Laufey með þvílíkan skell, þessi hefði mátt vera inni. Jú, hann dæmir hann inni. Hann dæmir hann inni? Jæja, það var gott. Það var flott smass. Já, við náttúrulega sitjum hérna og sjáum ekki almennilega hvað línan er, en Sarína með flottan skell og sjáum við vörnina. Já, takk fyrir. Og þarna er Natalía Rafa mætt, neglir boltan niður, 15-13. 2 glæsileg stig í röð hjá HK og það er baráttan hjá þeim og er allt önnur heldur en var á fimmtudaginn. Og það er rífa hvern boltan að fætur öðrum upp á gólfinu núna. Já, þá svarar Karen. Þetta er bara sýning núna. Þetta er bara hvert hörkusmassu eftir öðru. Svona átt að vera. Já. 15-14. Og Karen með uppgjöfuna. Já, Steinum með fína móttöku, enda skilja sér í miðjusmassi. Og þær halda þessu lífandi. Kristína setur boltan yfir. Þá er það sóknin hjá HK og þvílík hávörn. Það er átöður bara. Þetta er Fjóla Rut, hún er gríðarlega flottur blokkari í Fjóla. Fjóla Rut og Sarína við hliðina á henni. Settu þetta niður og þær er búin að jafna aftur, 15-15. Karen.
móttaka hjá Elisabeth Götu og Míglena, Sarína og Slær hérna í antennina. Lemur í antennina og þar með fær HK boltan. Þá kemur Velína Apostolovinn og Karen Björk kemur út af. Þá eru mæðgurnar allar 3 inn á. Þær eru systurnar, 2 og mamma þeirra. Já. Míglena. Fjölskyldusport og pappinn á hliðlínunni. Já, pappinn stjórnar þessu öllu. Ég á nú svolítið erfitt með að sjá það fyrir mér að hvernig það gengur, hvernig á að ganga að kallinn og þjálfi konuna sína. Það er örugglega ekki auðvelt verk. Nei. Ekki heldur að fá skipanir frá honum. Nei. Jæja, hérna. Þarna misreiknaði þessi eitthvað en náði að halda þessu lífandi og þessi er úti. En fór hann af. Var það snerting eða hvað? Nei, það er bara út. 17-16. Og Natalia Rava með uppgjöfuna. Þvílíkur skellur en flott vörn hjá Kristínu. Aftur reynaði fyrir sig hérna og það er Elisabeth sem neglir hennar niður. Hvað er þetta? 5. stigið hennar. Já, allt annað heldur en í síðasta leik. Enda eru þær yfir 18-16 og Rava með of langa sendingu. 18-17. Það skiptaði tilbaka. Telma Dögg kemur út af og Seytis Lind aftur inn á. Svolítið fyndið að sjá að Kristína þarf svona að fara á milli þeirra í skiptingu. Já. Til að þetta sé allt eftir reglunum. Einmitt. Og Míglena gerir þetta alveg rosalega vel. Þarna var hún í vandræðum en laumaði boltanum til hliðar og jafnar 18-18. Hún smarsar nú ekki mikið nú orðið en hún lauma boltanum vel. Hún er klókur leikmaður, gríðarlega. Og vel gert hér hjá Velnu og þvílíkt smass. Sarína Filipova og Aftureldingar komi yfir í fyrsta sinn. 19-18 og HK tekur leikhlé. Já, þetta er allt annað. Þetta er bara veisla. Já, algjör veisla. Þetta er með betra blaki sem ég sé lengi hérna og það er bæði lið sína bara flottan sóknarleik. Já, við erum að fá eins og sagði áðan þessar leikmenn í HK aftur inn og þær eru allir búin að vera að skila vel og það er sama hjá Aftureldingu. Það er allir að skila því sem þeir þurfa að skila. Enda erum við hér með hörkuleik, einstigsmunur og Afturelding komi yfir í fyrsta sinn í leiknum. Fjóla Rut Svavarsdóttir með uppgjöfuna. Steinum með móttökuna og ekki nógu góð móttaka en þær vinna stigið. Það er meir mók á Fjólu. Já. Dálítið óhrein snerting þarna. En sjáum þarna, þetta var nú svolítil heppni hjá þeim HK því að móttakan var ekki nógu góð og boltinn fór bara alveg upp að netinu. Þessi er ólangur. Aftur komnar yfir 20-19. Og það er Míglena sem á uppgjöfuna.
Kristína og þarna hætti Auður Anna við smassið og sjáu þið hávörnina, þær eru ekki smá smíði þessar tvær saman. Míglena og nei, það er Auður Anna, það er eitthvað hik á henni. Já. Var ekki í réttum takti þarna til að stökkva upp og það er jafnt 20-20. Hún Auður átinn er bara til að þegar Austfirðir er ekki fullkomið þá verður hún rög og reynir að setja bara auðvöldan yfir. Hún mætti bara vera gráðuri og hamra á alla bolta. Og eins og þessi. glæsilegur skellur. Velína Apostolova. Þarna kom fallegt smass. 21-20. Auður Anna. Steinur með móttökuna. Og þetta var vel gert hjá Elísabetu en þær hefðu átt að gera betur á vörninni. Já, algjörlega. En við kvörtum ekki, það er jafnt 21-21. Og Elísabet með uppgjöfuna. Já. Kristína með móttökuna og Sarína með þvílíka og þær halda þessu lifandi. Já. Og Kristína nær að spila upp og Sarína setur þetta yfir. Og tvíslag. Já, tvíslag er dæmt. Þetta er æsispennandi. 22-21 fyrir Aftureldingu. Og Sigdís Lind með uppgjöfuna. Nei, hörkusmass þarna. Það var Laufey Björk sem skellti þessu í vegginn. Í blokkina og niður. Og Apostolov tekur leikli 22-22. Svona viljum við hafa þetta. Já, alla leiki svona, takk fyrir. Þetta er alvöru. Og sjá, það er Elísabet sem er stigahæst hjá HK með 6 stig. Og hinum megin þetta er Saharína. Já, Saharína Filippón, hún kom með hvað, 4? Já. Reynskemmtum hér í Fagralundi og frábært lag sem við fáum. Það var það Guðný Rudd með uppgjöfuna, Kristína með móttökuna og Sarína kemur þessu yfir. Og þetta er flott smass. Natalía Rava í hávörnina út. Og þær eru komnar yfir á ný. HK 23-22. Það er í fyrsta sinn frá því að Afturelding komst yfir þarna 18-17. Já. Og þá er það miðjursmassið. Æsileg sókn hjá Fjólu. Þvílíkt og annað eins. Míglena með þetta flotta uppspil og Fjóla Rudd kom bara hékkarna í loftinu. Hún stoppaði bara. Já. Þetta er einmitt það sem á að gera með miðjursmassið. Þú ert komin upp á undan boltanum og svo bara leið og hann gægist yfir netbrúnna og neglur hann niður. Hérna hinum inn, flott vörn, en það er hika og HK fagnar 24-23. 1 stig viðbót og HK vinnur þessa fyrstu hrinu. Laufey Björk með uppgjöfuna. Nei, hann var á leiðinu út held ég. Og Kristína er misheppnað á móttöku og HK fagnar hér fyrir í fyrstu lotunni. 25-23. Og já, þetta er
bara frábært plagg sem við fáum. Þetta bara alveg æðislegt. Svona eiga úrslitaleikir að vera, sko. Já. Og já, fyrsta hrínan, hvað, 28 mínútur að lengd eða svo. Það nú bara... Hvað heldur að Póstól segi núna við sína konur? Já, það er stórt spurt. Já, því það er svo lítið sem að skilur sér liðið að. Það er ekki þetta að segja að eitthvað liðið hafi verið að klúðra eitthvað meira eða svoleiðis. Það voru bara, bæði lið voru að spila bara mjög vel. En það var kannski svona undir lokið sem að Mosfellingar fóru í eitthvað svona smá panikk. Já. Sem bara halda haus og bara halda áfram, já, það er í rauninni ekki hægt að segja að neitt þáttur í spilinu hjá öðru hvoru liðinu hafi verið slakur. Nei, alls ekki. Bæði lið með fína móttöku yfirleitt og upp úr því fáum náttúrulega þetta sóknarspil. Kannski með afturheldingu sem að þurfti kannski að gerast er að spila meira á miðjurnar. Af því þeir spila rosa mikið á Saharínu og Karin og þær verða náttúrulega bara þreyttar. Og það eru gríðarlega góðar miðjur hjá afturheldingu. Það þarf að koma þeim í gang. Það er kannski svona helsta sem að þurfti að breytast þeim megin allavega. En þetta er náttúrulega, það hljóta að vera fegnar HK-stelpur að byrja leikinn svona eftir að hafa verið flengdar í síðasta leik. Að þá bara þetta gjörbreytir öllu að taka fyrstur hinn og svona. Og þeim virðist vera að ganga bara vel án Ingibjargar. Ég veit kannski aldrei hrædd að það myndi eitthvað að setja striki í reikningin. Já, hún var mjög öflug í síðasta leik, sérstaklega í hávörninni. Já. Var hún. Þá er það önnur hinnan og er það ekki HK sem byrjar. Þannig að minnir að Afturelding hafi átt fyrstu uppgjöfuna í leiknum. Þannig að HK ætti þá að byrja núna. Mér sýnist nú engar breytingar vera á byrjunulegunum. Nei. Jú, Velína byrjar inn á núna og Karin er... Nei. Já, Velína byrjar. En hér kemur fyrsta uppgjöfun í annari hrinu. Og Karen setur þetta niður en fín vörn. Og sjáiði sjálfstraustið hjá HK-liðinu. Laufey Björk hamrar þetta niður. Venceslava. Fín uppgjöf. Ágætis móttaka og sjáiði miðjusmassið. Þetta, svona á að gera þetta. Fín sókn hana hjá Sigdísi. Já, en hvað vildu þér meina? Hefði þið náð þessu? Nei. Það verður að sitja á réttum stól. Það er mjög stífa reglur. Það er hægt að finna að öllu hérna. Já. En hörku skellur hér af hávörninni í gólfið og hafa Laufey Björk. 2-1. Þá Velína með uppgjöfuna, þessi er ólangur. 3-1. Og það er engu líkar en að þessi mikla barátta HK hafi komið Aftureldingu aðeins úr jafnvægi. Já. Elisabeth með uppgjöfuna og móttaka hjá Kristín. Hann kemur aftur miðjusmass. Og Barða
Þetta var Var það Sigdís Sigdís Lind aftur? aftur, já. Míklena fagnaði alveg óhuglega þarna. Gaman að sjá þetta. 3-2 og Sigdís með fína uppgjöf. Míklena og spila núna yfir á kantinn og Saharína með skellinn. Og þetta vel gert hjá HK. 4-2. Guðný Rutt með uppgjöfuna. Kom hann inn á. Míklena spila upp aftur fyrir sig. Karen með skellinn. Þetta eru fjórir. Það eru fjórir. Smassa bara í neti. Já. Fjögur 3. Saharína og Fín það vörn ná að hérna. halda þessu. Og Saharína aftur. Og nú ná þær ekki að bjarga þessu. Saharína er rosalega drjúg þarna. Fjögur. Karen með uppgjöfuna. Slæm móttaka. Já, þetta gekk ekki. Elisabeth náði ekki að taka á móti þessari uppgjöf. Karen. Þessi er úti, þannig að það er jafnt. 5-5, en Mosfellingar komust þarna yfir 5-4 í fyrsta sinn í hrynunni. Voru nú fljótari að því heldur en í fyrstu hrinu. Kristína og Saharína verður bara að setja boltan yfir. Kristína upp með hann, Saharína í hávörnina. Og fín vörn hjá Karen. Saharína og sjáu í hávörnina hjá HK. Það var eina aftur með Saharínu og þetta er beint í netið síðan Laufey Björk. En flott skorpa. Og Saharína fer í uppgjöfuna. Steinum með móttökuna og þessi er úti. Rafa, Natalía Rafa, setur hennar ólangt. Og Saharína. Já. Flott miðjusmass. 7-6. Já, mér sýnist bæði lið vera farin að virka miðjurnar sínar aðeins meira. Já. Þetta er nauðsynlegt, það er ekki hægt að spila alltaf á sama leikmanninn. En Saharína hefur mikið að gera og setur þetta í hávörnina og niður. 8-6 fyrir Aftureldingu. Karen. Nei, ekki Karen segi ég heldur Fjóla. Og þessi er úti frá Natalíu Rafa. 9-6. Ansi mörg mistök hérna í röð hjá HK. Já, og mega er ekki missa þær lengra frá sér. Já, vel gert hjá Elisabetu. Og það er alltaf þessu gangandi Elisabeth aftur. Karen. Og þetta var nett hjá Elínu.
Fékk hann uppspili frá mömmu sinni og laumaði boltan niður. Og HK tekur leikli. Verða að gera Já. 10-6. Ja, það sem er að gerast núna er bara það að HK, þær eru búin að vera að gera mikið af mistökum. Þær þurfa að fara að laga það ef þær ætla að ná þessum 4 stigum og ekki lenda í einhverjum eltingaleik aftur. Þær mistu í síðustu hrinu, þá mistu þær Aftureldingu aldrei lengra frá sér en einu stigi. Nei. Það er, við sáum það á fimmtudaginn að þegar þær fóru að elta þá er þetta svo erfitt. Fjóla Rut með uppgjöfuna. Steinum og Elisabeth. Það var flott, hún var með móttökuna og skellið síðan smasunni í gólfið. Það var algjört nammi hjá henni. Já. Hanna María Friðriksdóttir gefur upp. Sarína með móttökuna og þá er það Elína og fín móttaka hjá HK og hinum megin Sarína og Kristína. Elína setur þetta yfir og Elisabeth með skellin, fær hann aftur og þetta, svona á að gera þetta. Elisabeth með 2 smöss þarna í röð. Hún sá bara þetta. Já. Frábærlega gert. Hún var mingamunin í 10-8. Hanna María. Þessi er inni. Nei. Nei, þetta er mann úti. Það sýndist með að vera snerting, já. Dómarinn sá það líka. Já, það var snerting og 3 stig í röð. 10-9. Sarína með móttökuna og Elína laumar þessu. Jæjæ, miskilningur. Já, koma þessu samt yfir og Sarína með smass úr aftari línu og þessi fer af, Snerting. Þetta er snerting. Nei, hann dæmir ekki snerting á það. Ha, Já, mér allan að sýndist það. já, ég er sammálaður. Þeir ráða ekki við. 11-9 í staðan fyrir 10-10. Og Míklena með uppgjöfuna först. Fín móttaka hjá Steinni. Og Glæsilegt afturlínu smass. já. Sarína kemur boltanum yfir, Steinum. Og Elisabeth með smassið í vegginn og í gólfið. 9. stigi hennar. Frábær leikur hjá henni. Það er Venceslava Marinova í uppgjöfuna. Og Kristína með móttökuna. Karen verður bara að setja hann yfir. Steinur með fína móttöku. Og hörku skellur hana í hávörnina. Og þá Sarína úr afturlínu. Og Elisabeth laumar en hávörnin góð. Elína nær að pota þennan hana. Elína og Sýdís lokuðu þarna á hana. 12-10. Elína með uppgjöfuna. Elisabeth. Þetta var vel gert Nauðvörn hjá Míklenu. Já. Það var bara eiginlega að verja sjálfa sig. Og það ná að pota í þetta Laufey Björk. Pota boltanum þarna yfir 12-11. Og Elisabeth Einarsdóttir fyrir uppgjöfuna.
með fína móttöku. Þetta var í góðu lagi hjá Saharinu Filipovu. Sigdís með uppgjöfuna, fín móttaka núna hjá Steinunni. Glæsileg sókn. Já. Og Míglena gerði vel í þessu Steinun. Og þetta ekki snerting, heldur bara úti. Það 14-11. En móttakan hjá Steinunni miklu betri núna heldur en var á síðasta leik, já. Sem að skila sér í miklu betri sóknarleik hjá þeim. Elisabeth með þessa móttöku og þetta glæsileg hávörn. Það Karen baráttu í axlinn og taka leikli ákvæðingar. Karen ein upp þarna í hávörnina og át þetta. Hún kann þetta. Já. Hávörn nú vola mikið tímasetning að já, 1, 2 og 3. Já, og í rauninni þegar þú fer í hávörn þá átt að stökkva upp á eftir smassaranum. Smassarinn kemur á ferðinni yfirleitt, stekkur upp og svífur aðeins og svo bara þegar hann reiðir til höggs þá á hávörnin að koma upp fyrir netið og blokka. Því að maður nær aldrei að hanga í loftinu í hávörn eins og smassarinn þegar hann lætur vaða. Þetta þarna tímasetti, Karen stökki alveg hárrétt. En Sigdís með uppgjöfuna. Þessi úti. Þá bara 3 stiga munur, 15-12. Guðný Rutt. Fín móttaka hjá Vilnu og Karen með þennan skell. En fór hann öfugu megin við antennuna? Bara... Það virðist vera. Ég sá ekki hvað að dæma hann. Nei, Karen ekki alveg sammála. Jæja, Guðný með aðra uppgjöf þá. Karen vildi fá almennilega útskýringu á þessu. Og flott uppgjöf. 3 stig í röð, 15-14. Glæsileg uppgjöf hérna hjá Brynju. Bara datt alveg niður eftir að hún kom yfir netið. Það er 3. ásinn hennar í dag. Og það jafnt. 15-15. Já, Velina nær að taka á móti núna og Kristína og Sarína. Flott þetta hjá HK. Það Laufey Björk sem laumar þessu í hávörnina, vinnur stigið og HK komið yfir 16-15. 5 stig í röð hjá þeim. Og þá tekur Apostolov leikli, ég ekki hissa. Nei. 5 stig í röð hjá HK. Og gleðin alveg skín úr andlitunum á þeim HK-stelpunum. Já, það rétt hjá þér. Það eitthvað aðeins meiri leiklegi þeim megin akkur núna. Og það þarf hamingju, það þarf gleði til að vinna svona. Ég held maður vinnur nú ekki án þess sko. Nei. Þetta til að hafa gaman að því þó að titlarnir skiptir náttúrulega öllu máli, þá þetta til að hafa gaman að. Og Guðný Rutt með 7. uppgjöfuna sína í röð.
Elína með móttökuna og Sarína með fína skell og sjáu þið vörnina hjá HK. Þær berjast hérna hvern bolta. Og Sarína aftur og það taka þetta í hávörninni en var net á þær. Þær eru svo hissa. En það er jafnt, 16-16. Þá fer Karen í uppgjöfuna fyrir Aftureldingu. Þvílík vörn hjá Karen. Sarína og Elína kemur þessu yfir. Elína nær þessu upp úr gólfinu og Elína, Sarína aftur og flottur skellur hjá henni, sjáu þið ykkur. Nei, ég segi tilþrifin hjá Steinunni og þvílík skorpa. 17-16. Karen með þriðju uppgjöfuna sína. Slæm móttaka og þarna ákvað Míklena bara að reyna sjálf og Míklena, Kristína, Sarína og flott lágvörn þarna, það var Elisabeth sem fórnaði sig þetta og ekki síðra hinum einn, Kristína aftur, Míklena og hún laumar, hún er rosaleg Míklena, sá þarna út undan sér að það var auður blettur og setti bolta bara þangað. Frábær skorpa og erfitt fyrir HK að fá svona í andliti sem kláraði þetta. En lágvörnin beggja megin, fyrst hjá Elisabetu og svo Kristínu hinum megin. Glæsilega bara. Og þetta er inni. Laufey Björk nær að setja þetta í hávörnina og niður með netinu. 18-17. Við vorum með þessa sömu stöðu í síðustu hrinnu, 18-17. Já. Það var þá sem HK, nei, Afturelding komst yfir fyrsta sinni var rétt. Og hér Elína með móttökuna og hún er ekki nógu góð. Og HK jafnar, 18-18. Já, þetta var slök móttaka hjá Elínu. Hún á að gera betur. Já. Laufey með uppgjöfuna. Og Elína, ágætis móttaka núna og Sarína, en Steinunn og þá Karen og sjáu þið miðjusmassið, flott hávörn og Kristína og Míklena fer þarna í svona hálfgildingsmass og Míklena laumar boltan niður, hann á að bjarga þessu og Míklena aftur, Sarína með massið í gólfið og það er 19-18 fyrir Aftureldingu. Þetta er skemmtilegt. Þetta er alvöru. Frábæra tvær hrinur hérna. Jafnt á flestum tölum. Allavega þegar líður á. Sarína með uppgjöfuna. Og vel gert hjá Elisabetu. Og hvar endar þessi? Steinunn setur þetta yfir. Karen og Steinunn með uppspilið og þær ná að skora, jafna. Það var Natalía Rafa sem setti þetta 19-19. Natalía í uppgjöfuna. Míklena á Karen. Og sjáu þið hér miðjusmassið. Það var Hanna María í miðjusmassinu og boltinn fór niður með hávörninni og þær eru komnar yfir HK 20-19 og það var skipting. Velin út af og Auður hann aftur inn á. Já. Auður er ekki búin að vera í þessari hrinnu. Það er bara Velin að búin að vera inn á. Auður hann kemur inn. Ekkert búinn að spila.
Natalía með uppgjöfuna, Kristína með móttökuna og Karen með laumuna og það er frábærlega gert hjá Steinunni. Og Hávarninn út. Nei, hann er inni. Hann var inni. 21-19, 2 stiga munur. Flott Hávörn. Tóku þarna Auði Önnu í Hávörninni og Natalía. Kristína með slæma móttöku og það eru konar með 3 stiga forystu. HK-ingar 22-19 geta komist hér í 2-0 í hrinum. Og það takaði leikli. Já. Því Steinun, ég verð bara að segja, er búin að eiga frábæran leik hérna. Það er móttakan hjá henni, skapar þennan sóknarleik hjá HK-liðinu og síðan er hún búin að bjarga hvað eftir hana hérna í rífa boltan upp úr gólfinu. Hún er búin að svona mjög góða varnartakta. Já, núna síðast þegar hún, hún lagði bara lóan á gólfið og fékk boltan í handabækið. Já. Og náði hann upp. Þetta er algjörlega frábær leikur hjá henni. Við verðum stundum að gefa dvergunum kredit. Þó þið safna ekki mörgum stigum. Það eru nú oft lykilmenn á vellinum. Já. Þetta er þá Natalía og Karen. Nei, það var ekki Karen en hins vegar lauman þarna yfir og flott Hávörn. Og Elisabeth aftur. Og hvar endar Sjáum við Steinunni í ham. Og sjáum við þessa Hávörn og það er HK fær stigið 23-19. Þvílík skorpa. 23-19. Þá skiptir Afturelding tilbaka. Já. Auður að nóta af og velja hana inn á. 2 stig í viðbót. Kristína með móttökuna og Karen með erfiðan skell. Þá úr afturlínu hérna og það var Laufey Björk og hinum megin kemur Elína Apostolova og setur þetta í gólfið. Þar kom stig hjá Aftureldingu. 23-20. Það er Fjóla Rut. Og Jensensleva með uppspilið, Elisabeth með skellinn og Karen hinum einn. Flott vörn og sjáu laumuna henni á að halda þessu lífandi. Saharína gerði það vel gert hjá henni. Jensensleva með stutt uppspil og þar kemur Hanna María Friðriksdóttir. Laumar boltanum í Hávörninu og niður. Allt og lágt uppspil á Hönnu en hún náði að lauma honum yfir. 24-20. Ég skal segja ykkur það. 1 stig í viðbót og HK kemst í 2-0. Það er Hanna María. Fín uppgjöf, Kristína tekur þetta vel og þær verða bara að koma boltanum yfir. Jensensleva í uppspilið. Elisabeth með skellinn í vörnina og í niður. Þær eru búin að vinna aðra hrinu. 25-20 og eru komna í 2-0. Þetta er bara ekki sami mannskapur og mætti til leiks á fimmtudaginn var. Þetta er alveg rosalegt. Ég er bara ágætilegt auðvitað ekki orð. Já, þetta er ekkert slæmur leikur hjá Aftureldingu. Nei, alls ekki. Það er bara HK-liðið sýnir hér frábær tilþrif. Og já. Míklina Apostolova kemur hérna, það er svona takmörkuð hamingja. Já. Það er ekkert voðalega sátt við þetta. Nei, en það er ekki vana því að tapa. Nei. Hörku flott plagg sem við fáum hérna í dag. Þetta er þó að staðan sé 2-0 eftir 2 hrinur eins og var á fimmtudaginn, þá er þetta bara allt annað sem að þið sýna okkur. Og þetta er bara skrautsýning fyrir kvennaflaggið
bjóða upp á svona lagað. En já, lykillinn hjá HK, ég segi móttaka hjá Steinunni og síðan eru það náttúrulega búin að vera alveg magnað. Það Elisabeth, hvað er hún komið með af stigum? Hún er komið með einhver 10 stig. Já, og síðan... Og Laufey líka. Og Laufey. Þær tvær búin að vera alveg magnaðar. Og uppspili hjá Venceslevu Marinovu. Mjög svona traust. Svona ef maður skoðar mistökin hjá liðunum þá eru bæði liðin með svona svipa mörg mistök þannig að það er ekkert að kenna því. Nei, það er bara það er búið að frábær barátta hjá HK-liðinu og leikgleði. Þær fórna sér í hvern einasta bolta. Og núna Afturelding á náttúrulega oddaleikinn og heimavelli ef kemur til hans. Já. En þær eru konar með baki upp í vegginn í þessum leik. Já, það þurfa að rífa sig upp á þessu. Ögn brosmildara hérna, það er rauðklæddu. Já, og það er bara rosalega gaman hjá þeim. Já. En það er gaman þegar er spilað svona gott plagg. Það er bara gleðið þá. En Mosfellingar byrja þá með uppgjöfuna í þriðju hrinu. Þær virtustu miðblik hrinna svona vera að taka völdin en síðan ekki meir. Nei. Það er Míkluna sem byrjar uppgjöf. Þessi bara lengst út af hjá Elisabethu. Þá Míkluna aftur. En maður sér oft eins og með Saharinu og líka Míklunu ef það verða eitthvað stressaðar. Núna þegar það eru undir, þá komast þær í algjöran baráttu ham. Já. En það er líka baráttu hamur. Já. Það er alltaf ekkert að slaka á. Nei, ég held að það myndi ekki koma þessum yfir, en það gekk. Þá er það Venceslava með uppgjöfuna og Karen. Elisabeth með skellinn, Sarina, Kristína, Sarina aftur, við erum bara að taka þetta yfir Venceslava og þetta var góð lauma hjá Laufey var ekki. Jú. Og hún heldur áfram að raða inn stigum. Og Venceslava með uppgjöfuna, Sarina, Kristína og Karen. Karen aftur og þessi er úti. Óheppið þarna Karen. Já, það er alltaf að ganga eftir hjá HK. Já, já. Venceslava, Sarina, Kristína og Karen með skellinn í hávörnina og þarna kom það. Stigið hjá Aftureldingu 3-2. Auður Anna. Byrjar hún inn á. Fín móttaka og Elisabeth. Vel gert þarna. Já. Og í hávörnina en þetta gera það vel. Var það ekki Sarina? Já, Sarina, jú. Enn eitt stigið hjá henni. Við vorum hvað, 13? Nei, 8. 8 stig hjá henni. 8 stig hjá henni. Auður.
höfum ekki séð, þetta er fyrsta uppgjöfun í dag sem við sjáum fara beint í netið. Já, þær hafa yfirleitt verið að fara út, þær sem hafa klúðrast. Já, og reyndar bara ekki margar uppgjafir sem hafa klúðrast í leiknum. Nei. Á Elisabeth, Kristína með fína móttöku, Míglena og Sarína, náðar að halda þessu, nei, jú, koma þessu yfir. Kristína, Míglena og Sarína aftur. Steinun og það náðu að rífa þetta upp. Míglena, Sarína, eina ferðin enn og Steinun, nei! Þar kom það. Hvað í þriðju eða fjórðu tilraun hjá Sarínu. Það þurfa að hafa fyrir þessu. 4-4. Þær fá allavega ekki auðveld stig. Nei, það þurfa að vinna fyrir þessu. Nokkuð ljóst. Sigdís með uppgjöfuna og Elisabeth. Æja, tvíslag, já. Já, þetta er hárrétt. Venceslava með tvíslag. Sigdís aftur. Og fín uppgjöf. Steinun, vel gert hjá henni. Og síðan Laufey. Og þá Sarína. Nei, þetta er öfugmegin við. Já, mér er litlu að við fengið þannig að dómarann í gólfið bara. Það er þá jafnt aftur, 5-5. Ílíkur hörkuleikur. Guðný Rut. Já, fín móttaka. Og Sarína með lúmst smas þarna. Það þarf ekki alltaf að vera fast. Nei. Hún nær að koma þeim rosalega bratt yfir. Afturhelding komin yfir, 6-5. Karen. Já, Elisabeth og þetta er ofærðitt, nei! Þær koma þessu yfir einhvern veginn. Saría fær boltan aftur og Steinun. Og já, það eru ekkert hættar. Sarína aftur, Steinun og nei! Natalía Rafa náði ekki að koma þessu yfir. En þarna voru Björgun og leiðangrar hvað, ja, hver á eftir öðrum. 7-5. Karen. Natalía með móttökuna. Þetta var of lágt uppspil. Já, það var bara lágt fyrir henni. Já. Hún er það hávaksin en hún þarf að fá hann alltaf vel yfir neti. Já. Venceslava bara ekki með nógu gott uppspil. Karen setur þennan í netið. Þessi af H-vörninni út. HK með 2 stig í röð, 8-7. Það ætla ekki að hleypa þeim frá sér, enda algjör óþarfi að gera það. Laufey Björk með uppgjöfuna. Fín uppgjöf, fín móttaka líka. Og þarna sjáum við miðjusmars aftur. Steinun og Míglena út á Sarínu. Og þetta var alvöru, takk fyrir. Natalía Rafa, þegar hún hittir, þá hittur hún. Já. Natalía Rafa á það til að vera dálítið pirruð þegar skortuna verða langar. Þá vill hún bara klára þessum fyrst og hamrar hann bara. Og gerði það heldur betur. Hún nennir ekkert að standa í svona löngum skortum. Nei. Hér er Natalía aftur og fær boltan hans fyrir aftan sig. Steinun nær þessu upp, flott hjá henni. Og Natalía í H-vörnina aftur fyrir
Það eru búin að skora 4 stig í röð og eru komnar yfir. 9-8. Þvílíkur leikur hérna. Laufey með uppgjöfuna. Jájá, fín móttaka og þá Karen með smassu úr aftari línu. Og hínum megin líka Laufey. Og sjáum þið þessa vörn. En dugar hún til? Nei. Steinunn setur boltann hérna út af. Og þvílíkt spil og þvílíkt barátta. En frábær lágvörn sem dugði ekki til. 9-9. Og það Sarína Filipova með uppgjöfuna. Míglena og laumaði þarna Kristína. Míglena með uppspilið og þessi var inni. Auður Anna nær að setja þetta. Ég býð samt alveg, ég býð ennþá eftir alvöru smassi frá henni. Já. Það er eins og þú sagðir áðan, ef hún fær boltan ekki alveg á réttan stað, þá lætur hún ekki vaða. Nei. Þá er það Sarína með uppgjöfuna og en á að halda þessu lifandi Kristína, Míglena, Auður. Nú kom svolítið skellur frá henni. Og Natalía hinum einn. Þá er það Laufey Björk. Og þá Sarína og þessi er í gólfinu. Þarna var enginn heima. Þær horfa bara hver á aðra. Já. 11-9 og HK tekur leikli. Þetta er þvílíkur leikur og við höfum séð HK taka 2 síðustu hrynnar á lokasprettinu. Þannig að ég held að stelpurnar í afturheldingu langi ekkert í svoleiðis baráttu í lokin. Þær vilja stinga af núna. Já, ég held að það hljóta að vera. Það er líka oft þannig að það lið sem að byrja á því að vinna 2-5, það er orðið síðustamlegt. Eða svona sigur vissar. Já. Þannig að það er yfirleitt aðeins meiri líkur á að hitt liðið vinni þá þriðjurinu. Já. Þannig að, og 11-9. Það kemur Ljósbylgjan á að halda þessu. Sarína með uppgjöfuna. Nei, beint í netið. Kannski var þetta taktískt hlé hjá Einari. Já, aðeins að kæla hana. Já, það er spurning. Natalía Rafa í uppgjöfuna. Þessi er inni. Kristína ákvað að láta hann fara og Sarína ekki sátt. Nei, lét hann að heyra það. Það er jafnt, 11-11. Og Kristína með móttökuna og nei, hérna Venceslava laumaði og þær lauma á móti í gólfi. Það er Auður Anna sem gerir það. Og þá kemur Velína inn á. Karen fer út af. Kristína líka. Fullt af allskonar höfum eins og Jónar myndi segja. Og Jólarud með uppgjöfuna. Sarína, Míglena og nei, ná ekki að koma alveg og skellið þarna á. Þá Elisabeth. Elisabeth aftur með skellin í hávörnina. Já, hún hættir ekkert. En flott vörn. Og hinum einn hávörnin tekur þetta frá Laufeyju. Það eru 2 sem fara þarna í boltan. Og Elisabeth neglir þetta.
Þvílíkur endir á þvílíkri skorpu. Ég held að það hljóti nú að vera þreyttar. Þetta er búið að vera rosa mikið að löngu skorpum í þessum leik. 13-12, þetta er bara flott plagg. Svona viljum við sjá þetta. Hanna María Friðsdóttir með uppgjöfuna. Góð uppgjöf þarna. Velina með móttökuna og... Nei. Misskilningur. Hanna veit upp á sér söguna. Algjör misskilningur í HK og... Hanna á að taka hennan bolta svo Elisabeth geta einbytt sér að sókninni. Og Saharína, það er ekki oft sem hún nærið að skora svona stig með fleik. Og Kristína, upp með hann og Velina. Þetta er, hvað, tvíslæg? Já, mokaði boltan upp hana. Þannig að það er 14-12 fyrir Aftureldingu. Míglena Apostolova í uppgjöfuna. Þessi lá inni. Þarna misskilningur á milli Míglenu og Auði. Og hvað, var þetta? Þetta var Laufey sýndist mér á afturlínunni. Það ekki verið. Annarkvort hún eða Natalía sem átti þetta. En Míglena og úti. Já. Þessa úti. Sett þetta í hávörninn og út. Það var Auður Anna sem átti þetta í hávörnina og fer síðan í uppgjöfuna. Góð uppgjöf en vel gert hjá Elisabethu Bjargaðsson og Auður síðan. Glæsilegt Steinunn. Og síðan kemur þetta smass frá Laufeyju Björk. Þær fórna sig í gólfið beggja megin netsins og Elisabeth fer í uppgjöfuna. Hún er inni. Já. Það er ás. Og jafnar 15-15. Þvílíkur blakleikur hérna. Elisabeth. Fín móttaka, Míglena og Saharína og 16-15. Þannig að segja við Thelmu Dögg koma aftur innan fyrir Sigdísi Lind. Það er þá beint í uppgjöf. Apostolov sendir henni hér einhver skilaboð. Þessi er úti. Væntanlega ekki alveg skilaboðin sem hann var að senda henni. Nei. Jæja. 16-16. Og númer 16 gefur upp Guðný Rut. Og Míglena yfir á dóttur sína Velínu sem setur þetta inn. Þarna var samvinna þeirra mæðgna og Velína fer síðan í uppgjöfuna. Elisabeth með móttökuna og Natalía Rafa með skellinn og vel gert hjá þeim. Fín vörn. Steinunn með uppspilið og Kristína velvakandi og Saharína. Og frábær skellur þarna hjá Laufeyju Björk. Þetta var ansi fast. Já, var ekki í mjög auðveldri stöðu en náði að snúa upp á sig og neldi boltan hann inn á miðjuna. 17-17.
Æjæj. 18-17 fyrir Aftureldingu. Sárt fyrir Laufi, nýbúin að eiga þennan glæsilega skell. Og Sarína Filipova fyrir uppgjöfuna. Þarna Auður Anna sterk upp við netið. Nýtir stærðina 19-17. 2 stiga munur. Og Einar tekur leikli fyrir HK. Já, þó svo að Afturelding séu komin yfir, þá finnst mér samt verða allir dreift yfir þeim. Já, það einhvern veginn, það meiri gleði hinum megin. Já. Það verða að hamra járnið meðan það heitt. Það þýðir ekkert að vera að hleypa Aftureldingu í gang hérna með að leyfa þeim að vinna eina hrinu. Nei. Það svo ofboðslega mikið spurningi með hugafarið og hvaða trú leikmenn hafa á þessu. Hvernig þetta fer þá í ef Afturelding nær núna að vinna þessa hrinu. Hvað það gerir fyrir sjálfstrausti hjá HK. Já. En Sarína með uppgjöfuna. Steinun, móttakan ekkert sérstök. En vel gert þarna hjá Karol. Og þær ná að skella þessu í góðu. Hérna. 3 stiga munur núna. 20-17. Sarína öryggið uppmálað í uppgjöfunum. Steinun með fína móttöku, takaði niðursnass og þetta lá inni. Var ekki Hanna María? Það var Hanna. Kom þarna á miðjuna. Já, minnst Ventsislava ennþá vera samt að spila og láta á hana, en hún náði að redda þessu þarna. Þetta verður að koma hærra upp fyrir netið. Og það má alveg fara hátt. Það bara hamra þetta. Og Elisabeth, vel gert. Og við, tvíslag. Tvíslag 21-18. Og Sigdís Lind kemur hérna inn aftur. Það Fjóla Rudd með uppgjöfuna. Steinun, nei, Æsileg uppgjöf hjá Fjólu. Já, en vel gert hjá þeim. Elisabeth kemur boltanum yfir. Og Steinun bjargar eina ferðin. Þær eru í nauðvörninni. Ákvæmstelpunum, það koma þessu alltaf yfir. Þetta og vel gert hjá Velínu og þær koma þessu yfir. Mosfellingar 22-18. 4 stiga munur. Fjóla Rudd með uppgjöfuna. Steinun, ekki góð móttaka en á koma þessu yfir. Og Víglena. Nú geta HK þetta loksins byggt upp sókn en þetta var misheppnað uppspil. (23-18). Uppspilið ekki nógu gott hana hjá Ventsislaugu. Og Elisabeth hamrar þetta. Þetta var glæsilega gert. Já. 23-19. Þetta ekki búið.
ekki búið en þær verða nú að teljast líklegar Mosfellingar til að taka þessa hrínu. Já. Míklena og eina ferðina en neglir hún ekki, heldur bara laumar yfir. Var þessi inni? Inni. Apostolov ekki sammála. Þær þakka línuverðunum þetta. Já. Og Apostolov tekur leikhlé. En það vantar að Fjóla Rut taki hún negli boltan. Það bara, hún í laumunum. En þú tala Auði? Já, Auði segi ég. Já. Auði. Hún búin að fá hana mörg ágætis tækifæri til að hamra hann og hún gefur yfir með þingislag bara mjög auðvelda bolta. Það kannski eitthvað stress í mönnum líka. Já, það náttúrulega bara Íslandsmeistaratitill. Já, já. Það ótrúlegt hérna í Fagralundinum að með hvað heitt í kólanum á vellinu, það bara skítkalt hérna. Já, það bara í úlpuðinu, það rosa mikið kuldi. Já. Minnum við næstu á, ég segi ekki að það sé eins slæmt og HM í handbolta í Túnis, þar sem við sátum á höndunum á okkur til að vera ekki gróðglopnir. Þessi uppgjöf frá Hönnu Maríu Friðjónsdóttur beint í netið. 24-20 og það Míklena Apostolova hókin af reynslu sem tekur uppgjöfuna. Steinun nær að halda hún, nei, hún skorar þetta. Míklena, já. Og það svara fyrir sig. 25-20, sömu tölur og í annarri hrínu nema þetta snerist við. Þannig að staðan orðin 2-1. Já, þetta er rosa skemmtilegt. Svona á þetta að vera. Heldur betur. Þetta flott plagg, flottur leikur. Nú sér maður nokkuð brosana hjá Aftureldingu. Já. Já, nú er að sjá hvort að HK hafi mist eitthvað sjálfstraust í þetta. Já, hvort að ná að halda trúnni, það er það sem þetta snýst rosalega mikið um. Það vita að það áttu séns þarna til þess að klára þetta. En það sýndu þau upp á Varmá í fyrsta leiknum að þar unnu þær í 5 mínútum. Já. Stórskemmtilegur lagleikur hérna. Það er ekki hægt að segja annað. Ég var nú að segja að þær skuldu okkur eiginlega fyrir síðasta leik, sko. Það er rétt. Við áttum það inni hjá þeim. Og gera sig klárar hérna. En manni finnst svona einhvern veginn að Afturelding á meira inni, finnst manni. Það er leikmenn eins og til dæmis Karen hefur ekki verið áberandi hjá þeim og eins Auður Anna að ef hún færi nú að skella alminlega. Já. Hún var náttúrulega með einhver 16 stig hérna í síðustu leik. Já. Þannig að þeir þurfa að fá hana í gang, alveg gjörsamlega. Þannig ég var að segja að ég er ansi hissa á þessu HK liði miðað við að
þeim vantar bæði Fríðu Sigurðardóttur, fyrirliðinn sinn, og Ingibjörgu Gunnars, báða miðjurnar. Við erum með Guðnýju Rut á miðjunni sem hefur reyndar ekki fengið neitt uppspil. Að hanga inn í þessu, já, bara alveg rosalegt. Jæja, fjórða hrinan byrjuð og Elisabeth setur þetta í hávörnina og fær stigið. Fyrsta stigið til HK. Ára Venceslava Marinova. Uppspílanum þeirra. Net á Já, net á HK. Og þá það Auður Anna. Fín móttaka, Venceslava og Elisabeth, en fín vörn líka. HK skorar stigið. Það Laufey Björk sem gerir það, enn eitt stigið hjá henni. Elisabeth. Flott uppgjöf og móttakan ekki nógu góð. Það var að koma sér yfir, nei. Munaði ekki miklu. Nei, en flott byrjun hjá HK hér á fjórðu hrinu. Það 3-1. Það má auðvitað nefna það að við erum með fjölskyldu í Aftureldingu, þar eru líka með fjölskyldu hérna í HK. Og það Elisabeth sem dóttir Einars þjálfarans. Já, Einars þjálfara. Og Matthildur á bekknum líka. Þetta fjölskyldusport. Heldur betur. Tvö. Og stutt smass þarna hjá Aftureldingu. Fjóla Rut Svavarsdóttir kemur upp og setur þetta í gólfið. Og Elisabeth, já, þessi inni. Stórleikur. Nei, það var ekki Elisabeth segi ég, það Laufey Björk sem setti þetta. Já, Laufey og Elisabeth eru samkvæmt mínu blaði jafn stigaháar núna. Báðar með 15 stig. Flottur leikur hjá þeim. Guðný Rut með uppgjöfuna, fín móttaka hjá Kristín. Og þá það stutt smass. Læsileg svo. Já, og Velína Apostolova. Ef ég man rétt þá köllum við þetta nú sexuna í gamla daga. Stutta smassið. Og fín hávörn. Þarna kom uppspilið svolítið aftarlega. Já. Og það gerir smassaranum erfitt fyrir. Og Laufey Björk náði ekki að koma þessu fram hjá ávörninni. Þá það Velína. Já, verður að lauma. Og Sarína þarna með skellinn og síðan þessi út. 6-4 fyrir Aftureldingu. Velína. Velína yfir aftur. Og nei, þarna hitt hún bara ekki í stutta smassinu. Það var Hanna María sem reyndi það. Það verið að koma þessu yfir. Og þetta var lúmst.
Og Natalía með fínu sóknarna. Natalía Rafa. Svona annara handar lauma. Og Laufey Björk komin í uppgjöfina. Já, fín vörð þarna. Sarína setur þetta yfir. Og Natalía með fastan skell þarna. Hörpusmass hjá Natalíu. Rafa. Hún jafnar í 6-6. Ég ætlaði einmitt að segja, mér finnst þér að fara að draga af HK-stelpum. Þá svaraði það svona. Já, já. Laufey. Já, Kristína setur þetta upp og Sarína. En Háarnin tekur þetta. Þessi bara beint í netið. Það eru komnar yfir, 7-6. Enn Laufey með uppgjöfuna. Sarína afgreiði þetta. Hún á að nóga þessu. 7-7. Og Sarína fer í uppgjöfuna. Þessi er úti. Mér finnst ótrúlegt að sjá Míklena er búin að vera inn á allan tíman. Já. Á Blæsvall og Nös. Nei, mamma tveggja stelpna í Aftureldingarliðinu og góðinn á 50-aldurinn. Spila hér hverja einustu mínútu og hér er hún með laumuna. En vel gert hjá Steinunni. Og hinum meginn Míklena og það koma þessu yfir. Og Elisabeth, þessi er í gólfinu. Glæsileg sókn þarna. Elisabeth með enn eitt stíð. 16, 17 hjá henni. Já, 16 hjá henni. Natalía Rafa með uppgjöfuna. Kristína með móttökuna. Og að koma þessu yfir, það er Auður Anna sem gerir það. Og Stuttsmass hinum einn. Hanna potar í þennan. Hún hitt hann ekki alminlega. Það var ekki drosalega fallegt, en stigur í stig. Já. Það er kvart ekki. Hefur svona gengið illa hjá henni að ná þessum stuttusmössum. En þetta fór í gólfið. Og það er konum með 3 stiga fórustu. 10-7. Fljótt að breytast. Já, voru undir 6-3. Já. Þetta... Spurning hvort að HK sé að tryggja sér hérna hreinan úrslitaleik. Já. Eða hvort að... Viljum ekki alltaf fá oddaleik? Ég held það. Það er nú að segja það. Það er alltaf gaman að fá oddaleik í úrslitakeppni. Það er spurning hvort að Apostol ná að blása einhverju lífi í stelpunar. Já, það er upp með andan. Sjáum hér Natalía Rafa með uppgjöfuna. Og Elina með móttökuna. Og dæmaði bara net á HK, en þetta var líka náttúrulega steinlá inni. Já. Það var Fjóla Rut sem smassaði þennan niður. Fer síðan í uppgjöfuna. Og Steinun með fína móttöku. Þá reyna HK stutta smassið. Og síðan Elisabeth. Þessi er inni. Hún er óstöðandi. María, Kristína með móttökuna og Míklena og síðan að halda þessu. Frábærlega gert. Kristína, Míklena á stutt og Háarnin tekur þetta hennar og bjarga þessu.
Elisabeth og þá lauma hinum einn og hettur inni. Já takk. Það Venceslava Marinova sem laumar hana yfir. 12-8. Já. Og Hanna María með uppgjöfina. Míglena með uppspilið og þessi skellur frá Auði af hávörninni og niður. 12-9. Míglena með uppgjöfina. Já, fín móttaka og fín tilraun hana, en vel lesið og frábær hávörn í tvígang hjá Aftureldingu. Fyrst Velína og síðan Auður Anna. Sérstaklega vel gert hjá Velínu eins mér að lesa þessa laumu og... Já. Það hennar starf að passa Venceslöfu, hún gerði það. Og Velína laumar. Elisabeth með smassið, enn eitt stigið hjá henni. Þessi stelpa alveg rosaleg. Já, frábær leikur hjá henni. 13-10. Venceslava með uppgjöfina og þvílík hávörn. Það skín gleðin bara úr andlitum HK-stelpna. Þetta gaman hjá þau núna. Já. Venceslava með uppgjöfina aftur. Vel gert. Og koma þessu yfir Steinunn, Venceslava og Elisabeth. Þetta var ekki nógu góð uppgjöf, eða gott uppspil segi ég. Og hinum megin það Sarína. Og Kristína. Vá, Hanna kom flott vörn. Steinunn verður að setja boltan yfir. Sarína. Og aftur fín vörn hjá Venceslöfu. Og Hanna kom bara skellur, en hvað? Það net, eða seiling. Seiling þar maður. Já, seildist þarna yfir netið. Það HK sem fær stigið. 15-10, 5 stiga munur, HK yfir. Ef þeir halda þetta út, þá tryggja þeir sér 8 leik á Varmá. Á þriðjudag ekki? Jú. Klukkan 7. Já. Þarna Velína með fína skell í hávörnina út. 15-11. Og Auður Anna. Steinunn, vel gert hjá henni. Og verða bara að setja þetta yfir. Flott hávörn aftur hjá Aftureldingu. Þá Míglena. Og sjáiði hávörnina hjá Elisabetu. Ein í hávörn á móti Saharínu og setti það bara í gólfið. Frábær hávörn. 16-11 og Elisabeth fer í uppgjöfina. Mér finnst að þær hvítklæddu vera orðnar ansi áhyggjufullar á svipinn. Já, Kristína, Míglena, já. Og Laumann gengur ekki. Steinunn með uppspilið og þetta Laufey Björk sem setur þetta í hávörnina aftur fyrir. Takk fyrir, 17-11. Nó, þá Apostol að skipta Míglunu út af og inn á kemur Rósborg Halldórsdóttir. Já, Míglena út af í fyrsta sinn í leiknum. Rósborg varð 18 ára daginn, hún gríðarlega efnilega leikmaður. Elisabeth með uppgjöfina, Kristína tekur við þessu, Saharína og Velína.
Og sjáið þið þetta. Þarna kom Natalia Rava og það var enginn að fara að bjarga þessu. Þetta var stórkostleg sókn hjá Natalíu. 18-11. HK er að fara að sigla þessu. Elisabeth, nei, ekki einu sinni í netið, heldur í hnakkan á Laufeyju Björk. Og ég vona að ég hef ekki eyðilagt þetta fyrir þeim með því að segja að þeir eru að sigla þessu. Þá kemur Karen aftur inn á, kemur inn á fyrir Auði. Já, langt síðan Karen hefur verið. Já. Og Telma kemur inn á fyrir Sigdísi. Já. Eins og áðan og ásett hún uppgjöfuna beint út af. Það sér inni. Já. Nó! Já, Natalia Fín vörn. Já. Æjæjæj. Uppspilið ekki nógu gott hjá Venselslöfu og Laufey náði ekki að setja boltan yfir. 18-13. Þá Telma. Elisabeth með móttökuna og já, Natalia Rava neglir þetta inn. 19-13. Guðni Rut. Kristín og Sarína nánast að rífast boltan þarna. En þessi í hávörnina og út. Laufey Björk setti hennan í hávörnina og út. 20-13. Þetta fyrir að stefna í úrslitla leik. Já, Kristína og 21-13. Sjáið þið HK stelpunar. Nú er gaman hjá þeim. Og Apostolov tekur leikhlé. En það er spurningin. Við þurfum að útnefna leikmann, besta leikmanni. Þetta er nú ekki búið. Nei, þetta er ekki búið. Ef maður er fann að velta þessu fyrir sér. Elisabeth er náttúrulega búin að vera frábær, algjörlega frábær. En mér finnst líka Steinun vera búin að vera að eiga stórleik. Já. En já, ég held að Elisabeth sé vel að því komin ef að HK landar þessu. Hún er frábær bæði vörn og sókn. En þessi er inni. Guðni er búin að eiga frábærar uppgjafir í þessum Já. leik. Hún er búin að skora á hérna 5 ása. Kristína með slæma móttöku. Það er komin uppgjöf í þær. Já. 23-13, 10 stiga munur. Þetta er bara mesti munurinn sem við séð í þessum leik. Já. Já. Þetta eru hættar. Já. Guðni Rut með enn eina uppgjöfuna, enn einn ásinn. Sarína og Guðni setur hann upp og Natalia. Sarína, hún setur þetta í gólfið. Já, opla. 24-14. Það er Velína Apostolova með uppgjöfuna. Og flott hávörn þarna, það er halda þessu gangandi.
og Saharína núna áðan var það vinstri kantinum, núna hægri kantinum. Jæja, 2 stig í röð hjá henni. Það er vita að þetta er komið. 24-15. Og hann tekur leikli. Já, Einar. bara að nýta þessi leikli sem hann er með, held ég. Hann er að stríða þeim. Já. Já. Held að hann ætti að fara að vallega í þann og ætti að fara í Mósesbæinn. Nákvæmlega. Það verður ekki auðvelt. Nei, það verður það svo sannarlega ekki. En, já, þvílíkur munur á leikjum. Þetta er bara svart og hvítt. HK vantar 1 stig til að komast í oddaleik. Saharína og Oj. Saharína aftur og já takk! Þetta var ótrúlegt stig hjá henni. Hún er búin að skora 3 stig í röð. Já, hún er ekkert hætt. Nei. Það mættu taka hana sér til fyrirmyndar. Hún er HK-stelpurnar og hinni Mósvellingarnir. Velína með uppgjöfuna og flott ávörn þarna. Flott þarna. Það skora enn 1 stigið. Það er 24-17. Já. Það var 24-13 á þann. En hann náttúrulega með ekki gera nein mistök. Steinunn nær þessu upp í loftið og Natalía kemur þessu yfir. Og Saharína með enn 1 stigið. Hún er rosaleg. Já, ég held að það hefði getað notað þetta aðeins fyrr. Já, það hefði kannski hentað aðeins betur. Já. 24-18. Nei, þetta of innanlega en samt. Saharína. Og þessi er úti. HK vinnur hér 25-18. Þar með 3-1. Frábærum leik lokið hérna. Síðasta hrínan kannski svona síst blaklega sér. Já. En sérstaklega 2 fyrstu hrínar algjörlega frábærar. Og við fáum hreinan oddaleik, úrslitaleik Íslandsmeistaratitilinn á þriðjudag. Algjörlega frábærum blakleik lokið hérna og Karen